ekki leyfa að prófa þetta bara? Jú, við byrjum bara á því. Er það ekki? Þessi olía hérna, hann nú að sponsaði hérna. Já, Siggi, okkar maður. Hann að selja þetta. Þetta sko rá CBD olía, full spektrum olía, frá Leku. Þetta 20% olía. Og því ég minna rá, það eru þetta bara öll flóran af kannabinóðum og 0,2% THC og 20% CBD, en svo eru líka terpenar í þessari olíu sem eru svona aukaefni í plöntunni sem eru líka að gera gott fyrir líkamann. Ég ekki svo rosalega vel í því, vel í terpenum, hvað þeir gera, en þeir eru að vera mjög allir. Testum þetta, hvað erum við að tala um heilan staut eða? Já, heilan staut þessu, hrista þetta fyrst. Ekki. Ég búin að fá mér en að þú bara keyrir þetta. Og svo þið líka láta þið fá, lefar að prófa þetta Le Pharma, þetta annar merki sem Siggi með. Og þetta eins og ég sagði við, þetta nánast bara medical grade paste, 50% CBD. Hvað tekur maður mikið af svona? Þessu, bara svona gott hrísgrón. Þetta bara svona sílendir. Og ég kreisti þetta bara svona upp og það tekur þú þetta bara puttan. Og bara upp í þig. Og bara upp í mig, já. Þetta ekkert ólíkt bara svona, svona old school, svona hassolíu, eins og ég kalla þetta. Þegar maður setti svona á sígaretnar. Þá varst það náttúrulega friðin. Þá var maður friðin, einmitt. Þú voru ekki friðin að þessu? Nei, Cannabis. Hvað ertu síðan með í... Hérna, já, í þessu. Þetta er Endoga. Siggi hefur verið að selja þetta líka. Þetta eru CBD blóm, bara böddar. Lyktar eins og bara hefðbundin lyfjahambur eða weed. Inniheldur þetta 0,2-0,3% af THC, en annars bara eitthvað kringum 16% af Hvað finnur CBD. Það reykja CBD? Þetta bara önnur inntaka, eða önnur aðferð á inntöku, Þú ert náttúrulega bara að taka kannabinóðana inn í gegnum lungun. Já. Það er næst að taka þetta í olíu, sem satt í gegnum slímhúðuna í munnunum á þér og auðvitað með munnvatninu og í meltingaveginn. Svo hefur verið að taka það líka í stílum. Já. Og það er einstaklega gott, ef þú ert að glíma við eitthvað svona verki, þá bypassaru, er ekki nýru eða lifur, annarkvort. Ég man ekki hvort á hvað, en þá bypassar þessi líffæri og tekur þetta beint inn, bara í gegnum raskatið. Já, auðvitað, ég prófaði það líka. Ekki? Já. Hvað við vorum nú búin að fara aðeins yfir hvað við ætlum að tala um. Mér var svolítið umhugað, eða svona, það sem að ég Ég með handrit, Þú með handrit, já. Það sem ég var búin að hugsa svolítið var þetta með hvenær rétti tíminn til þess að taka fætið. Þegar maður er komin á ákveðið meðvitundalevel að þá áttar maður þessu á því að það er allir að gera sitt besta og að einhverju leiti eru hlutinir eins og þeir eiga að vera, en þá getur verið að með því komið mitt að manni líður sem maður eigi ekkert að hafa skoðanir. Og maður eigi bara að sitja hjá, en svo koma réttu mómentin til þess að taka fætin, Það gerir það. Ég með gjöfhandar. Tilbúin? Já, hvað er með það? Nú. Þetta er 0,1 af Penis Envy, Psilocybin Svepp og 0,15 af Lion's Mane. Já, geggjað. Takk fyrir þetta. Já, ég skrifaði handrit. Nú maður farin að líta podcastlegur út hérna með Svepp Þetta er lótið, Málið er að allt snýr þetta náttúrulega að andlegri vakningu. Eins klísulega og það hljómar. Og sumarið 2016 þá hratt og skyndilega þá losnaði í rauninni sál mín bara undan ánauð álagahjúps. Og þessu best... Var það þegar þú varst þegar þú fórst út úr líkamannum? Já, ég lýsti því hérna ekkert hjá þér og
og þú þekkjur listaverkið eftir Einar Jónsson niður á Tjörn sem heitir hana Broken Spell eða Úr álögum. Það ertu með listaverkið hérna niður við Tjörn fyrir framan leikskólan eða fyrir aftan leikskólan og það ertu með sko riddara maskulín sem stendur með sverðið Excaliburinn og hann búinn að stinga sverðinu í gegnum höfuð á dauðum sem dreka og sem sagt hinni hendinni þá heldur hann á stórum skildi sko sem hann að skýla sjálfum sér frá hala drekan sem getur í rauninni hoggið í hann í dauðategunum og í fangin á honum setur nakin kona femína og hún alveg búin á því hún þreytt nánast bara meðvitundarlaus sko því hún búin að vera í álagahjúp og hjúpurinn hangir svona hún komin úr hjúpnum hjúpurinn hangir svona eins og bara heildragt úr húð og hann ertu með svona einhverja myndlíkingu sem snýra að í rauninni hinu efnislega sem riddarinn með í rauninni vissum verkfærum hann hann að frelsa sálina undan möru álagahjúpur og sálin hún fer að skína í gegn og það femína í kvenlega og saminu þá myndar í rauninni þessi tvö element einhver ákveðna heild sem snýra að mennsku og þá förum við að sjá sannleika og ég ætla ekki að segja sannleikan ekki endilega því að þetta gerist fyrir mig hratt og skyndilega sumarið 2016 að sál mín losnar og út frá því hóf ég einhverja göngu sem að í rauninni sko var algjörlega út takt við það sem undan var gengið, það sem ég gekk hérna göturnar í samfélagi með fólki í 40 ár, bara í algjörlega meðvitundarleysi. Algjörlega óhæfur að sjá sko hvað væri rétt eða rangt. Þetta sem þú ert að segja núna, sko, það sem kemur til mín mitt að þú nefnir andlega vakningu og mér leiðir svo mikið með það þegar fólk sem mitt svona á innan gæsalappa andlegu brautinni, það verið að tala þú veist, einhvern veginn við sem í andlegu vegferð og þá erum við aftur komin í við og hinnir, sko. Já. Ég sé þetta svo mikið þannig að þetta sem þú ert að lýsa, ég hef upplifað svipaða hluti og þá getur ekki önsýna það sem þú ert búin að sjá. Það ekki hægt og það bara maður sjálfur hefði kannski alveg valið að vera bara áfram að loka augun og þú veist, þetta eins og gæinn í Matrix sem að vildi bara halda áfram að éta steikinu sín og ekki fá að sjá, sko. Já. En þegar þú ert búin að fara í gegnum eitthvað svona þá búið að velja eins og ég sé þá svolítið búið að velja vegslóða fyrir þig sem þú verður að halda áfram að fara á því þú getur ekki snúið við, það ekki hægt. Nei, ég ætla ekki að segja til það ég hef allavega ekki snúið við ennþá en eftir þetta gerist fyrir mig þá átti ég eftir að skýta upp á bak samt sem áður því að það sem gerist þegar að gott að vera svona miklu reik. Hvað segirðu? Verið svona miklu reik. Það er ekki næs. Það sem gerist allavega þegar maður fer inn í þetta ástand svona, hvað ég að segja, ég kalla þetta svona bara skilvirka mennsku og þá erum við orðin hæf til þess að reynsa upp karmaðið okkar því að þó að þú sett búin að fara í gegnum einhverja sterka andlega reynslu og búin að fá að sjá ljósið og upplifa þá er ég ennþá að díla við afleiðingar á gömlu lífi og hefur ekki bara mínu eigin heldur líka af þessuna bara, við getum kallað það erðasynd í rauninni syndi forfeðra minna og í rauninni bara einhver sameiginlegur sásauka líkami bara allra á jörðinni og ég þurfti að fara að díla við alls konar djöfisins rugl eftir að ég vakna til vitundar og sem að sneru að meðal annars bara stjórnlausa hvatir, langanir í rauninni tengt svona lágum orkustöðum getur kallað þetta ástar- og kynlífsfíkn sem var að valda miklum sásauka heima fyrir og ég þurfti að fara að horfast í augu við klámfíkn
eitthvað sem að, var búið að hrjá mig eins og marga aðra kallmenn bara síðan ég var lítill pjakkur, því það einhvern veginn, það var enginn sem að útskýrði þess að hluti fyrir mér og maður fer einhvern veginn inn í einin heim tengdan kynkvöld bara sem lítill krakki og það er enginn að taka spjallið, þetta er ekkert ávarpað allavega ekki á þessum tíma þannig að þetta fer að snúast upp í feluleik og sem alltaf framkalla skömm því ég fann að lifa einhvern veginn svona tööldu lífi það sem ég sýni heiminum og það sem ég vill ekki aðri sjá því ég skammast mín. En þetta er ótrúlega góðu punktur því að þetta er svona að tala með rótarstöðina og hvatirna þar og nú búum við í heimi þar sem er mjög mikið verið að reyna að segja okkur einhvern veginn að karlmenn og konur séu bara alveg eins en það er ekki tilviljun að það þú tækir glámfíkla að þú ert að nefna það. Hlutfallslega? Já, hlutfallslega. Erum við að tala um 95% kallmenn eða 99%, skilur? Örugglega, 95%. Og ég er svo mikið búin að vera einhvern veginn að hugsa að því að nefna þetta með svona rótarstöðin og þetta. Ég hef séð svo mikið, sjá svo mikið, nú get ég kannski ekki talað um heiminn allan en á Íslandi, hjá kallmönnum, við erum hræddir við aggressjónin okkar. Já. Það er svona hlið á okkur sem okkur finnst að við eigum ekki að sína, allavega fyrir mig, það er það sem, sko, ef þú beislar þetta ekki rétt, að þá getur þetta komið út á mjög skakkan hátt. Já. Og svo ef þetta kemur út á skakkan hátt, að þá fær maður svaka skömm, að því maður, sko, þetta er, ef einhver ef maður myndir orðað þannig að maður vill vera heil manneskja, þá langar maður náttúrulega bara geta verið í öllum aðstæðum þannig að allir myndir bara sjá allt við mann og fá að vita allt um mann. Hliðin sem að ég svona sem að fæstir fá að sjá að mér það er einmitt bara, þegar að maður sýnir skap og eins og ég sé það þá að þú ert alltaf að blokkera það sem þér finnst óþægilegt þá ertu líka að blokkera styrkiðin og þá ertu líka að búa til það að þetta kom út á skakkan hátt sem að geti komið út í fíknum tengdum rótastöðinni, sko. Ég meina, ef þú ert með, ef við erum að tala um orkustöðar, ég meina, ef þú ert með stíplaðar orkustöðar, þá leiðir þetta bara út á einhvern annan hátt. Þá skortir þetta flæði. Og það var alltaf sagt um mig þegar ég var að díla við þetta. Þú er að draga þessa orku upp og keyra hana í gegnum hjartastöðina. Og það meikaði alveg sens fyrir mér og það er þetta partur af þessu en ég þarf að draga þetta lengur upp. Ég þarf að draga þetta upp í hvað ég segja, hálstjögruna á mér og ég þarf að tjá mig, sko. Leið og ég kom opinberlega fram með þetta sagði frá þessu, skrifaði þetta þá öðlaðist ég eitthvað frelsi gagnvart þessu bara frá einu degi til annars því ég náði að draga þetta upp og ég skilaði þessu, sko en það er ótrúlega skrítið talandum, sko, sorry ég sé að gripa fram í þegar við erum að tala sko, orkustöðarnar og svo er þetta þú komst með svepp og við vorum að tala DMT fyrir þáttinn fyrsta skipti sem ég prófaði DMT þá var bara eins og líka minn það voru að koma hljóð út úr hálstjökurinni svona einhver vélmennahljóð og ég upplýði það bara eins og það er verið að opna það er verið að gera mig reiðubúin undir að og ég fengi fleiri svona þar sem ég fundi bara bara þrótsjakran er ótrúlega mikilvæg að Þú ert allavega mjög gætn að nota röddina þegar ég verið að fara með þér í sánur og svona. Já, einmitt. Þú syngur alveg eins og... Já, og ég æði skilmingar sem, sko, ég var að keppa við fullorðna menn sem barn og gaf ekkert eftir og þar er maður, sko, þannig að það er rosalegu warrior inn í mér en ég er búin að bæla hann svo mikið, einmitt, í þessu samfélagi þar sem að láta allar líka vel við sig og allt þetta dót og ég finn svo mikið þegar ég fer í svett eða eitthvað staðar þar sem ég fæ að bara setja hennan maskulin essence út og líka þann hluta röddinni sem kemur úr bara djúft neðan úr rótastöðinni og allt í einu, þú veist, koma bara dýpri hljóð og annað, þá er eitthvað magic í því, sko. En sko, þú talar um þetta sem aggressjón. Sko, það sem ég meina með aggressjón, og nú get ég náttúrulega ekki alhæft, en ég er búin að umgangast mjög mikið af kallmönnum sem er í sjálfsvinnu á síðustu 10 árum. Mín niðurstaða er svo að íslenski kallmenn upp til hópa, þú veist, við viljum vera góði gaurar og út af því við viljum vera góði gaurar það er búið að segja okkur hvernig við eigum að vera og búið að domesticate okkur svolítið að þá erum við bara, það er bara eitthvað dýrsleg hlið í okkur sem við vitum ekkert hvað við eigum að gera við ef þú ferðin í Mjölni og sér strákana sem eru bara að glíma og fá útráð fyrir þessa hlið allan daginn þetta eru slökustu menn sem þú hittir, sko
þeir eru alveg slakir af því þeir eru að fá útrás fyrir það sem flestir eru að fara nýr í bæ og fá rosalega skakka útrás fyrir þetta okkur blinda fyllir í sko. Og þá allt í einu slagsmál og öskur og menn verða rosa háværir og leiðilegir skilur af því þeir eru aldrei að fá útrás fyrir þessa hliðasur. Ég get náttúrulega ekki tala fyrir aðra en fyrir mig bara, það bara aggressjón í mér. En það ekki og hvar kultiveita maður hann og setur hann í réttan farveg sko. Klárlega. En ég meina, heldur þetta sé ekki líka mismunandi eftir karlmönnum í rauninni, sko, hversu mikla útrás við þurfum að fara. Því ég hlusta á þetta, ég hef verið beðin að koma í svona, hvað heitir þetta, jiu-jitsu og allt þetta dót, þessar glímur. Já. Og þetta bara, þetta segir mér ekki neitt, sko. Og svona, talandi svona keppnis, svona eldmóð, að keppa, skilu, þetta svona eitthvað dýrslegt líka. Þetta ekki til í mér, sko. Bara enga veginn, sko. Þannig að það lítur að vera mjög mismunandi eftir mönnum í rauninni bara hvernig við erum að prósessa þessa orku og hvernig við náum einhvern veginn að keyra hann í gegn. Hvar við fáum þessa útrás. Algjörlega. Og ég alveg sammálaður svolítið með keppnina og líka sérstaklega þegar maður, þú veist, nær ákveðnum aldrei þá nennir maður ekki að vera að meiða sig að því maður ekki vænt að hreyfa sig og allt þetta, sko. Þegar við tala glímuna. En til dæmis þegar ég var að kenna skylmingar þá fannst mér svo að því ég var að fá til mín eðli málsins samkvæmt voru menn sem komu til að æfa japanskar skylmingar. Þetta voru ekki fótboltastrákarnir eða vinsalustrákarnir, þetta voru svona meira kannski gæjar sem hefði ekki fundið sig í öðrum íþróttum. Nei. Og oft á tíðum þar að leiðandi kannski svolítið introvertar og tilhneiging til þess að vera feimnir. Og ég var að kenna þetta í mörg ár og það var ekkert fallegra heldur en að sjá þess að menn koma og svolítið svona með hökuna niður í bringu og eiga erfitt með að horfa í augun á fólki og raddbeitingin svolítið svona, kannski svona inn í sig. Að þegar ég byrjaði að segir hér inni með öskra, skilur, og þú ert ekki að keppa, þú ert bara að keppa við sjálfa þig. Og það það sem þið gera þegar þið sækja. Já, bara þegar þú gerir höggið, þá gefur þú frá þig hljóð og svo fylgir þið bara eftir. Og það er svo fallegt að sjá bara einhvern veginn líkamsholningun á mönnum breytast, bara við að ég má fá útrás, fyrst svona einhvern veginn shit, býtu verðið dæmdur fyrir þetta. En þarna að drepa dregan. Nákvæmlega. Og það er svona einhver valdefling, allavega upplifi ég sem karlmaður, ég veit nú ekki hvernig konur almennt hafa upplifað þetta, en það er einhver ákveðin valdefling á að vera með einhverja framlengingu í höndunum, þetta er ákveðið vopn og þegar ég var að vinna, þegar ég var að kenna krökkum tálk hérna í Valdorskóla, þá, það skemmtilegasta sem þessi krakkar gera, það er að smíða vopn og verkfæri, hvort það sé mjölnishamar eða töfrasprotar, eða svona indjánaexi eða sverð og skjöld og það krakkarnir setja sig inn í þessu hlutverk og það á sér stað eitthvað svona valdefling, það lifnar yfir þeim sko. Þannig að þetta er klárlega eitthvað svona í tengslu við eitthvað svona primatíft eðli í okkur. Algjörlega. En aftur svona einhvern veginn að því að taka slægin eða ekki sko, því þú þarft klárlega að berjast við dregan og dregana. En það þarf að velja baráttunar og þú veist, það búið að vera ótrúlega skrýtni tímar og mér finnst þú skrýtið, sérstaklega eftir ég flutti sko frá Kaupmannahöfn, við vorum þar í 15 ár og ég upplifði mig sem svona hluti af einhverju svona dönsku samfélagi og upplifði mig sem hluti af svona einhverju heild inn í Kaupmannahöfn, einhvern veginn hjarta mitt slæri Kaupmannahöfn og ég upplifði mikla samkennd og sem sagt meðal borgarbúa og ég upplifði þetta víða annars staðar, ég var í Oslo síðustu helgi og það mitt upplifði langalega þetta líf út á götu og svona samkennd meðal fólks, það voru almenningssamgöngur og þetta hjálpar veðrið til en mér finnst einhvern veginn eftir ég kem inn til Íslands mér finnst ég upplifa alveg rosalega svona sundrung og ég veit ekki hvað þetta nú var ég erlendis þegar búsáhaldabyltingin var en það er náttúrulega mikið reiði í íslensku samfélagi og vantraust í garð ríkisstjórnar eða alþingismanna eða embættismanna stórfyrirtækja og það er bara eitthvað svona gjá á milli fólks og þeirra sem eiga að vera stjórna. Einmitt, en hversu mikið partur af því að því svolítið oft hefur maður komið inn á þessu podcasti verið að tala
kerfin. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.